Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í frétti vikunar þann 5. júlí 2024. Þannig vikulega fréttaþátt með einföldu grunngildin, ást á ættirðu, ást á sannleika. Það mjög öflugur þáttur í dag. Þáttur með góðum gestum, Jakobi Birgissyni grínista og Bergþóri Ólasyni þingmanni Miðflokksins. Ég fekk þess að tvo tiltölulega ólíku menn til þess að fara yfir fréttir vikunar og reyndar leiðist það auðvitað út í umræðu samfélagið í stærra samhengi í leiðinni. Hvaða mál á döfinni? Ef þið spyrjið ykkur í upphafi þáttar hvaða máli við að ræða hérna. Við erum að ræða stöðu stjórnmálaflokkana aðeins, en samt svona á skemmtilegan hátt. Við erum að ræða útlendingamálin, íslenskuna, ferðaþjónustuna, efnahagsmálin, þjóðarhugtakið, við erum að ræða gildi Íslendinga, við erum að tala ríkisútvarpið, við erum að tala förum að sé við það hvað Beggi var að gera þannig að fór á Alþingi, Jakob að tala líka alls konar gott stöf. Við erum að tala Trump og Biden, ég veit ekki hvað við erum ekki að tala þannig að þetta góðu þáttur sem þið eigið vændum kæru hlustendur á þessum fallega föstudegi í júlí. Aður leiti vona ég að helgin sé góð og sé að fara vel með ykkur, þar að segja eins með þeim hætti sem þið kunnið að vera að keyra inn í hana. Ég nefni það oft í upphafi þáttar hér að fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt að Reykjavík Photo. Reykjavík Photo fyrirtæki með aðsetur og Laugavegi sem selur þér allt sem þú þarft í tengslu við hljóð eða mynd eða ljós. Ódýrt dót sem gerir efnið þitt virkilega frambærlegt og gott fyrir hinn almenna hlustanda, almenna neytanda þíns efnis. Mæli með að kíkja í Reykjavík Photo. Annað fyrirtæki sem fréttivikunar eru í samstarfi við Myntkaup. Myntkaup það fyrirtæki sem ég mæli með að versla við ef þið viljið kaupa rafmyntir árið 2024. Ég segi stundum öruga og einfalda leiðin til þess að kaupa Bitcoin á Íslandi. Það Myntkaup, samþykkt af fjármálaeftirlitinu og annað eins. Þannig að google þetta myntkaup.is, tjekkið á dæminu ef þið eru á þessum buxum. Þeim buxunum yfirleitt. Við ætlum að fara yfir í Bergþór Ólason og Jakob Birgisson. Það væri svo gott ef við myndum taka upp fullkomlega kynhlutlaust mál svo kallað og ekki nefna það einu sinni. Bara tala þannig, lítalaust kynhlutlaust mál. Við Sigmundur ræddum það að taka eitt sjónvarslausan upp þannig. Við erum ekki ennþá búin að koma okkur upp kjarkinum til að Nei, þetta ekki öllum gefið. Heyrðu, kæru hlustendur og kæru áhorfundur eftir atvikum. Við erum sest hérna í Sigurðarstofu Sævars þar sem við ætlum að fara yfir fréttir vikunar á vettvangi Snorra Mássonar ritstjóra sem ég og hjá mér eru sestir tveir ansi vandaði menn, Jakob Birgisson uppistandari og Bergþór Ólason stjórnmálamaður. Piltar, verið hjartanlega velkomnir í Sigurðarstofu og takk fyrir síðast, við vorum hérna í góðu gamni hérna árið. Í stekkjun? Já, síðast þegar ég sá því hérna þá sástu þarna í bleikri korselettu. Já, það var ritstýran eða ritstýrið. Ritstýran, akkurat. Já, það var svona aðeins frálslindara en við erum svona öllu jafna hérna á þessum vettvangi. En það var gott, það var góðu dagur. Það var góðu dagur, mér líði bara eins og ég sé orðin fasta gestur hér. Já, þú komst nú nýlega. Bergþór, við hefum nú ekki fengið fulltrúa Miðflokksins formlega þennan vettvang góður. Nei, en allt hefst þetta á endanum. Já, það ekki? Jú. Hvað segið gott? Eru þið ánægð með þessa viku? Við erum átt okkur að það hásumar, þannig að það kannski öllu jöfnu þetta leyti kannski takmarkað að vera svona almennt, en manni finnst svona eins og það sé sitt hvað að vera núna eða hvað? Já, það var mikið fréttum náttúrulega síðasta sumar. Það var náttúrulega heilmikið hvalmálið og hvalamálið. Svandís stöðvaði það og pólitíkin var svona mikið í gangi. Fólk hélt að ríkisstjórnin var að fara að falla. Ég segi nú ekki að það sé endilega svona mér líður ekkert endilega eins og ríkisstjórnin sé endilega að falla, en manni líður svona eins og fólk sé að skjóta í ýmsar áttir og reyna að finna sig. Hvað segir þú, Bergþór? Þinglok voru þarna fyrir nokkrum vikum og allt svona þannig séð myndi maður segja með kýrum kjörum, en það samt ljóst fyrir öllum að þetta kannski ekki beint fram, hún á ekki mikið framhald í þessi stjórn eins og hún núna, heldur hafa menn hagsmuni að því að halda þessu svona í bili og Vinstri grænir eru svona wildcardið eða hvernig sér þetta? Já, ég held þetta liggi nú þá það blasir í rauninni við, held ég að svona það öll ástfarin úr þessu hjónabandi fyrir löngu síðan. Já. Og þingið þetta dróst dálítið inn í sumarið bara vegna hlésins sem varði í tengslegu forsetakosningarnar
og það mjög margt í gangi núna í pólitíkinni, þannig að það sko eins fjarrið því að vera einhver gúrkutíð og það getur verið. Hvað finnst þið standa upp úr? Hvað að vera þannig í pólitíkinni? Þú veist, hver stórum málin? Sko, það eru kannski svona eftirrétt svona ósætti stjórnarflokkana sem eru dálítið áfram að fljótu upp. Það eru svona eftirköst hvalveiðimálsins sem eru sjálfstæðisflokknum erfið. Nú eru við að sjá þess að umræðum mannréttindastofnunina sem var einhver hluta vegna hluta einhverjum samningum stjórnarflokkana. Hvernig haldið að segja samningar virki? Sko? Þú veist, hvaða þrýstingi geta vinstri grænir beitt? Ekki það ég skilja akkur þið myndi beita þrýstingi á þetta mál, en sko, hvað þrýstingi geta beitt? Sko? Ég meina, Katrín farin, þú veist, hvaða stöðu hafa þeir til þess að segja, heyrðu, við verðum að fá af einhverjum ástæðum mannréttindastofnun inn? Sko það voru greinilega tengt saman 3 mál þarna hjá stjórnarflokkunum. Sjálfstæðisflokkurinn fékk í gegn útlendingamálið, Framsóknarflokkurinn fékk í gegn aukningu í listamannalaunum og Vinstri grænir fengu gegn mannréttindastofnunina. Mér alveg lífsins ómögulegt að skilja hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn þurfti að semja þessa hluti við til dæmis Vinstri græna. Ég ljósi þess að það er búið að gera mikið með einhverja sameiginlega sýn og yfirlýsingu varðandi útlendingamálin frá því í febrúar. Til hvers þurfti þá að semjum svona mál sem hljóta vera ansnúðun hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins. Þetta einhver svona eftirgjöf sem ég held að bakland Sjálfstæðisflokksins sé að pirra sig mjög mikið á þessa dagana. Ég velti fyrir mér hvort það sé bara jafnvel svona hálf persónulegt hjá Bjarna að sanna það núna sem forsætisráðherra í annað sinn að hann geti einhvern veginn haldið út í ríkisstjórninni og þú veist, hann fá að halda þetta áramóta ávarp og allt það sko, að hvort það hafi hugsanlega verið afleikur að taka sér forsætisráðuneytið, leyfa frekar bara Framsókn að fá það og taka fjármálaráðuneytið í staðinn og ég veit það ekki sko, það er svona spurningu til að kannski finnst þeim eitthvað niðurlægjandi við að einhver önnur svona stjórn þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er í forsætisráðuneytinu springi á stuttum tíma. Ég held að það sé sjálfstætt vandamál og það er nefnilega nokkrir svona áhugaverðir tímapunktar eða vörður í þessu sem við sjáum framundan. Í fyrsta lagi það náttúrulega landsþing Vinstri grænna í fyrstu helgina í október og ég held að Svandís Svavarsdóttir taki flokkinn þá og bara frá þeim degi verði hún með byssun og gagnuga Bjarna gagnvart í að finna máli til að sprengja á því að það er pólitískur ómöguleiki fyrir Svandís ef hún ætlar að ná einhverju viðspyrnu með flokkinn að vera sko ráðherra í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar í kosningabaráttu næst og síðan aftur tímapunkturinn er landsfundur Sjálfstæðisflokksins í febrúar á næsta ári og ég held að Bjarni sé til í að kosta býsna miklu til þess að stjórn undir hans forystu hvort hún verði eins eða óbreytt lyf í þann tíma, þannig að það getur orðið okkur skattgreiðendum ansi dýrt. Já, og en maður finnir fyrir miklu skjálta í sjálfstæðismönnum, þeir eru ekki rólegir yfir þessu og Björn Bjarnason er byrjaður og fór alveg beint í þig og Sigmund í grein sem hann skrifaði nýlega þar sem hann var að fletta saman alls konar atriði, eða svona, ég segi Björn Bjarnason en það er svona til margs einhvers konar innbyrðis þjóðarsál í sjálfstæðisflokknum að það er óróleiki gagnvart miðflokknum myndi maður sjá fyrir sér það ekki, það eru 15% hjá XD og 13-14 í mælingum, þetta er náttúrulega bara mælingar en upplifið þið það, upplifið mikla uppsveiflu og óróleika út af því, hvernig skýrir þau annars svona? Við hefum náttúrulega séð og svona fundið þessa svona jöfnu þróun hvað stuðning við okkur í könnunum varðar yfir tölvöld langt tímabil, þetta hafa ekki verið neinn stökk. Nei. En svona þessi nýtilkomni pirringur svona nokkura rótgróna sjálfstæðismann er auðvitað einhverjum marki krútlegur og Björn hefur nú skrifað núna annað dag með í garð mín eða Sigmundar og við tökum því bara vel og bara hvetjum hann til dáða en auðvitað segjum sama tíma að það væri auðvitað skynsamlegt held ég að því að ég hef nú sagt að sjálfstæðisflokkurinn er merkilegasti stjórnmálaflokkur íslenskra stjórnmálasögu og bara að það væri svona meiri feldur til gagns fyrir svona borgarleg gildi ef að þar horfðum við aðeins inn á við og færi svona fókusa meira á stefnuflokksins, svona kjarnastefnuna og ályktanir landsfundar til dæmis. Já. En í staðin fyrir að vera rakirast í garð þeirra sem eru þó að reyna að standa í staðinu gagvart borgarlegu gildónum. Já. Maður spyr sér sko hvað ég meina Jakob, hvernig sjáu þið í samfélkingunni þetta? Þú veist, er það
það gott fyrir Samfó að þessi flokkar sé að karpa og ég meina, eru þau ekki búin að toppa á snemma? Ég er komin yfir á VG. Já, þú komin, flottu tímapunktur. Menn töldu þetta var einstefnuloka, en nei. Nei, sko, ég held allavega að þetta sé margt til í þessu með sjálfstæðarflokkinn og maður hefur svona, því að ég náttúrulega hlusta óhemju mikið á alls konar hlaðvörp af því að ég er yfirlýsingi að einhverju leyti. Þú ert erfitt. Já. Og hægrimenn eru mikið að grínast með svona eitthvað vinstri menn sko, þeir get ekki fyrir að rífast án þess að gera það út á svölum og eitthvað svona og vissulega er kannski, en þú veist, það er komin þessi svona sú áferð á sjálfstæðisflokkin einhvern veginn, ég veit ekki hvað það er, þau eru ekki beinlínis að rífast í fjölmiðlum hvert við annað, en maður finnur alveg pirring og svona þau eru svolítið svona treg hvert öðru og það er mikil valdabarátta þannig, mikil stress með hvernig ætlar Bjarni að stíga til hlýðar þegar það að kemur, ætlar hann að halda áfram og hver kemur í staðinn og hann getur ekki farið núna út því að þá var allt svo erfitt, þetta er svona þannig tilfinning. Ég á tilfinninguna Bjarni það sé bara kannski hópur í kringum hann sem segir hann bara þú getur ekki hætt, skilur þú skilur ekki við flokkinn svona og eins og hann var búin að gefa allir kynna, hann væri á útleið fannst manni á einhverjum tímabúti svo þótt hann taki fyrir það núna, en manni fannst allan eitthvað gefa allir kynna, en síðan var það ekki sko. En ég held að samfylkingin sé í raun og veru bara að gera rétt í þessari stöðu að bara svona reyna að vera svolítið róleg og leyfa fólki að skjóta sig í fótinn, bara svona í beinni sko. Pínu kannski eins og kappræður Trump og Biden ef við ræðum þær á eftir sko, að Trump var svona óvenju yfirvegaður við þeim út af því að Biden var bara að standa sér hræðilega sko. Og það var það bara best fyrir hann að tala ekkert of mikið sko. Og þú að það er kappræður Biggi? Já, ég reyndar ekki beinni en svo voru fréttirnar af þeim strax þannig að maður gæti ekki annað en rendum í gegn. Sko kom það ykkur ekki óvart eins og mér að sko ég hef verið að horfa á Biden í þessu ástandi árum saman í 4-5 ár. En sko við í fjölmiðlanefnd erum þetta pínu stressu með upplýsingaóreiðu og falsfréttir og þess áttar og ég er alveg sammálaður sko. Ég náttúrulega, maður sá hann sko í kappræðunum fyrir kannski 4 árum, þá var hann ekki alveg svona, hann er með grunninn stama og svona og síðan eldustu og hann hefur þurft að þjálfa sig að tala og hann hefur alltaf verið svolítið stamin hefur ekki orðið skárri með aldrinum. Nei, og hann hefur alltaf verið mistækur pínu, svona pínu óvart sagt eitthvað skrítið og það miskilst og eitthvað svona, en hann var samt bara allt í lagi fyrir 4 árum, þú veist, þetta slapp alveg til. Hann var allt í lagi, en hann var samt bersýnilega ekki í, ég meina, og ég fór að fletta upp á því. Hann var alltaf í bunkernum. Nei, hann var með kjallarafbrigð, eins og Davíð Oddsson kallar það, þú veist, hann var með kjallarafbrigð alla þá kosningabaráttu og var þarna bara gemdur í kjallaranum. Og sko, en þá það hefur samt verið þannig að hvort sem er bara miðlarnir hérna heima eða, og hvað þá náttúrulega þeir miðlar úti sem eru hlýðallir stjórninni það hefur bara ekki verið gengist við þessu að neinu leyti sko. Ég ætla að koma inn á það, síðan hefur maður verið að sé rosalega margar klippur á honum á TikTok og Instagram og X og Facebook og bara allstaðar og það er augljóslega líka verið að setja svolítið peninga í það og þá er svona einhver svona mistökja honum þar sem hann er að dett út og eitthvað, maður er svona snúa sig við, maður er svolítið búin að vera maður er búin að vera svolítið svona þetta er eitthvað skrítið en síðan einhvern veginn hef ég aldrei náð að skynja, þú veist, maður veit ekki alveg hvernig þetta virkar í svona klippið, þú getur látið svo margt líta alveg hræðilega út sem að var kannski bara svona pínu vandræðalegt, síðan sér fólk hann þarna og allir sem eru búin að því að fólk er svo polariserað að það vill ekki gagnrýna Biden á mikið og til að hatar Trump það hatar Trump meira en allt í heiminum og leiðabrið að viðurkenna veikleika síns leiðtoga þá er það bara að gefa Trump eitthvað síðan núna sáðu bara, við hefðum átt að taka fyrir þetta bara strax og hann var kjörinn að segja bara að þú ert í 4 ár, það kemur einhver nýra eftir þér. Þú snýrið ekkit út úr beinu útsendingunni. Nei, það bara birtist þetta. Já, hann bara birtist þetta sem er svo áhugavert að þetta hafi einhvern veginn að þetta debatt hafi átt í stað þannig að þetta gerist bara á þessum tímapunkti í kosningabaráttunum og það er náttúrulega núna hljómar eins og þau séu raunverulega að fara að skipta honum út. Og bara nota bene, New York Times er búin að vera helsti helsta gagnrýnisröddin núna þeim er bara mjög ákvæður. Þetta bara flippað á bara klukkutíma. Þegar fólk sá að þetta var bara óvinnandi vegur. Já, bara menn upplýðu bara ef við höldum áfram vörninni þá verðum við alveg berrasaðir á morgun. Já, og getum þá ekki þú veist, við getum ekki, við erum búin að skaða trúverðarleika okkar að einhverju leyti en við getum ekki haldið áfram en mér finnst engu síður ef maður hugsar þetta
þú veist, einhverjar lýsa þessu bara sem bara svona létt norður kóresku fjölmiðlaumhverfi, þar sem að keisarinn bara ekki inn fötum og bara maðurinn heila bilaður, eða maður getur alltaf ekki fullirt einhvers konar heilkenni eða læknisfræðileg heilkenni, en augljóslega aldurinn farin að taka slíkan toll á hann á erfitt með að mynda heila setningar. Hann alltaf byrjaði bara að eldast og örugglega flottur við kaffiborðið og skemmtilegt að vera í veiðuhúsi með honum eða eitthvað Ég held að bara blasi við að hann ekki fær til að vera forseti Bandaríkjanna í 4 ár. Nei, og helst eiginlega ekki héðan af heldur, þú veist, bara, þú veist, ef maður hugsar út í það. En býtu hver valkosturinn Kamala Harris? Já, Kamala Harris sem náttúrulega mesti fróðu snakkur sem bara uppi hefur verið, það kemur heldur ekki setning með heila brú á henni, ég var með hérna einhvers staðar fann ég lýsingu á undirbúningi Biden fyrir þessar kappræður. Það Mr. Biden was drained enough from the back-to-back trips to Europe that his team cut his planned debate preparation by 2 days so he could rest at his house before joining advisors. The preparations, which took place over 6 days, never started before 11 a.m. and Mr. Biden was given time for an afternoon nap each day. Þú veist, við erum að tala bara gamalvæni, Þetta svona dálítið, við ætlum að reyna að koma sér í verk milli 1 og 13. Já, 1 og 13. Líka, ég held að sjálfveg vesen að vera bara forseti Íslands með því tilliti að ef þú ætlar að sinna því að vera að mæta á einhverjar opnanir og þarf að taka í hendina öllum og fara stundið til Danmerkur og eitthvað, ég meina bara það, þú veist, það bara að vinna að ferðast mikið og tala við fólk, en þegar þú raunverulega hefur völd líka og ert að fara á milli heimsálfa og stýra einu helsta stórveldi getur við sagt allavega þessu stigi í heiminum þetta eiginlega alveg magnað. Já, þetta magnað og þetta með þetta sem ég að segja, þetta norður kóreska fjölmiðlaumhverfi sem að fólk segir ekki það sem augljóst, og þá bara, hvað eru þá fjölmiðlar? Eru þeir þá bara fulltrúar ríkisvaldsins til þess að stýra okkur, það svona... Þetta auðvitað það sem vekur mikinn ugg hjá mörgum bara, og hefur sennilega aldrei verið blasað meira við en akkurat núna í kjölfar þessara kappræðina, og síðan auðvitað bara hvað tekur við. Ég skil reglurnar þannig að Biden þurfi rauninni sjálfur að ákveða að stíga til hliðar til að einhver breyting geti orðið. Það sé engin mekanismi inn í flokksreglunum sem að opni á það. Og býtu hvað tekur það við? Ríkisstjórn í Kaliforníu þar sem allt bara bruna rúst eða Kamala Harris. Og líka fyrir utan það að þó þú sért frægur í Bandaríkjunum eða þekktur, þá viti ekki endilega allir hver þú ert, yfirleitt hefur þetta forva líka verið kynning á þér og margir fari í það sérstaklega til þess að kynna sig. Verður væntanlega ansi bratt fyrir hvert sem þetta læri. Fólk oft í 2 ár að undirbúa það. Margir sem hefðu kannski vilja að gera það er svolítið seint núna, þú farið minni kynningu, hvernig átt að búa til sætt innan flokksins sem hver var valinn, það eru margir sem væru til í að vera frambjóðandinn. Þannig að þú veist, verður niðurstaðan bara að finna einhvern eins og Michelle Obama eða þú veist, ég veit það ekki. Ef þú hefur verið kosin 2 svar í Bandaríkjunum, þá mátt ekki bjóða það aftur fram. Annars væri umhverfið allt öðruvísi. Ég var eitthvað að reyna að skoða þetta, það ekki alveg örugglega? Jú, Obama, Clinton, þú veist, þeirra, og George Bush, þeir eru allar á lífi og þeir með ekki fara... Það núllast ekki, þú veist, getur ekki tekið hlé í eitt tímabil eins og Putin gerði þegar hentaði. Já, akkurat, og Trump má vera aftur að því hann hefur bara verið kosin einu sinni, og ég veit ekki, ætli hann megi þá ekki vera kosin aftur eftir það kjörtímabil. Væntanlega ekki. Nefnum hann kippið sér laga sem forseti. En ég meina, hvað segir þetta vestræna siðmenningu að okkar helstu stjórnmálaleiðtogar, ef við gefum okkur að við séum í einhverju skilningi á afmörkuðum sviðum hjálenda Bandaríkjanna, við erum undir verndarvæng þeirra hernaðarlega og svo framvegis, hvað segir þetta ástandið og stjórnmála ástandið að þetta séu valkostirnir tveir, eins og segi, Trump náttúrulega eins og hann er svona mjög, þú veist, eins og ég segi, það er ýmislegt í stefnan sem getur bara verið ágætlega lógískt og make a sense, en hann er mjög, við vitum að hann er mjög ófyrirsjáanlegur og hann lætur ekki, maður getur ekki reikna 2 leiki út framöndan hjá honum. Hvað segir þetta stöðu Íslands, stöðu okkar gagnvart þessu, þetta, þú veist, berð þá þeir eru í þingi og þeir berða ábyrgð á okkur sem kjörnir fulltrúar, þú veist, menn hugsi yfir þessu, finnur það líka hjá öðrum þingmönnum að fólk sé svona, þú veist, ekki það menn geti gert neitt, en hugsi. Það er miklu meiri meðvitundum til að mynda þjóðaröryggismál núna heldur en var á síðasta kjörtímabili, svo maður nefni það. Og það er kannski, dregur þetta kannski einhverju marki líka fram hversu lítil við erum í raun í þessu alþjóðlega umhverfi. Það bara rétt eins og
vangaveltur inngöngu í Evrópusambandið, við munum aldrei skipta neinu máli í einhverju samhengi ákvarðanir út frá hagsmunum stórríkjana þar og sama væri það gagnvart Bandaríkjónum. Við þurfum auðvitað fyrst og fremst bara svona að passa upp á okkur sjálf, að passa við séum svona í þeim varnarsamstarfi sem að gagnast okkur helst, sem ég held að sé NATO og eins og verið hefur, og með varnarsamningi með Bandaríkin, en svona ég held að við verðum því miður, ekki því miður, það bara blasir vegna staðreyndan og stærðarinnar og fámennisins að við verðum aldrei neitt aðarleikar í þessu samhengi þó að þetta af og til hafi menn mikla drauma slíkt. En ég held að þetta sé aðalega bara einmitt þetta svona, það myndast einhver óstöðuleiki eða einhver spenna, það geta vaknað upp spurningar, það ekki alveg þetta svona jafnvægi og öryggi þegar hann kemur aftur bara í ljósi hans yfirlýsinga, það er náttúrulega mjög auðvelt að segja, hann bara lýsir sig yfir og segja þetta, síðan gerir hann ekki neitt, maður bara veit ekkert alveg nákvæmlega hvaða áttan færi í til dæmis bara hvað varðar Úkraínu. Það er að segja Trump. En þú veist, það þarf ekkert alltaf breytast og verða eitthvað hræðilegt fyrir okkur. Nei, ég lít alls ekki svo á að það sé svona katastrófi. Það er samt svona, þú veist, hann er alveg búin að vera með alls konar yfirlýsingar, sko, sem eru kannski svolítið svona sérstakar. Sko. En ég held að hann hafi nú svona að einhverju marki allavega svona reynt að lempa þessar yfirlýsingar hvað það varðar að skilja Evrópu eftir til að verja sig sjálf og þar fram til gotunum. Ég held að hann hafi nú bara verið aðalega tala fjármagn þar og hernaður uppbyggingu. Og hann nefnilega, það má ekki taka það á honum, að hann náði ágætis árangri á síðasta kjörtímabili sínu, eða sem þegar hann var forseti, bara með þessari kröfu aukin framlög Evrópuþjóða sem hafa allavega hluta til gengið eftir. Hann var á einhverjum NATO-fundum 2018 að segja í hvaða stöðu Þýskaland væri komið gagnvart Rússum og þá þótti það mikið guðlast að hann væri að segja það, skilur, þannig að og margir stjórnmálamenn hérna á Íslandi segja, þú veist, í einsmaðs hljóði eða ekki uppátt, sko, en að það hafi bara verið margt mjög skynsamlegar áleittanir, skilur. Þó að andstaðan opinberlega við Trump sé náttúrulega gífurlega hérna á Íslandi hjá öllum svona allan megin þorra þingmanna býst ég við, sko, þau tala hann eins og bara Hitler sjálfan, sko. Já, þetta mál er náttúrulega eitthvað sem ég kannski við eitthvað mjög mikið vita á, eitthvað fjármál til NATO og eitthvað, en það er náttúrulega bara þessi polarisering, sko, einmitt eins og að fólk vildi ekki gagnrýna Biden og þú var svo hrætt við Trump, að þá það bara hérna og þú segir eitthvað, já, þú veist, ef að ráðherra hér segir, já, þetta var fínt hjá Trump að gera þetta, þá fólk bara, hann trumpisti og hérna, hann stendur fyrir allt sem Trump stendur fyrir. Já, en eins og segja, en það eru afarkostirnir sem menn sjá fyrir sig. Ég sé að Guðmundur Andri Thorsson skrifar hreinlega bara, þú veist, frekar að forsetinn, ég veit ekki hvernig hann orðaði það, sko, tafsi eitthvað aðeins en að hann ljúgi og maður svona, ok, ég hugsa Biden stundir alveg lígar líka, sko, en þú veist, þannig að það er, þú veist, það er þarna fólk fer, já, og fengum margir bara taugáfall við að þessi maður kemst til valda og þótti það mjög óþægilegt, þetta bara braut upp heimsmynd mjög margra og sýndi hvert ástandi í Bandaríkjunum er komið, sko. En sjáum líka bara viðbröðum til dæmis þegar Meloni kosin á Ítalíu, þau voru mjög svona óbalanseruð hjá sumum. Ég hef ekki séð annað en hún hefur bara verið tiltölulega svona hófleg í allri sinni framgöngu eftir að hún tók við embætti. Þannig að fólk verður líka aðeins að svona andon í magan og horfa á hlutin eins og þau raunverulega eru. Já, sko Berta, þú nefndir Meloni og það er líka svo sem í Frakklandi verið að kjósa og fólk svona fetti fingur út í umfjöllun RÚV til þess að það er ekki allt saman mjög balanserað og fólki bregður eins, þetta eru sko flokkar sem kannski hafa ekki verið í meginströmi stjórnmálana, það eru ákveðna breytingar að verða en ég allavega, það vekur alltaf tortryggni á mér þegar verið að tala um sko að einhver sé að fara að taka lýðræðið úr sambandi. Ég skil, hvort það séu fullyrðingar sem styðji við þær fullyrðingar að menn ætli að taka lýðræðið úr sambandi, eins og maður heyrir, þú veist, hvort það hefur verið Torfi Túlín í þarna RÚV, þú veist, það er viðtal þar og þú veist, þar er, þú veist, ef maður kæmi bara ferskur að málinu og væri ekkert búin að kynna sér málið, þá væri maður bara, heyrðu, ok, það eru flokkar að ná völdum í Frakklandi sem eru ekki lýðræðisflokkar. Og svo spyrir maður, þú veist, hvað er það við lýðræðið sem þeir ætla að afnema? Og þá er svona sagt, sko, heyrðu, lýðræðið nú bara margt annað en bara fólki ráði. Það er þetta með mannréttindi, ok, mjög teygjanlegt hugtak í seinni tíð. Öllu grautað saman. Já, öllu grautað saman, sko, og þá er svona eitthvað mannréttindi og réttaríki og eitthvað svona gott og vel. Ég meina, það
það alveg réttmættar áhyggjur ef þessi flokkar eru í raun og veru með slík sjónarmið og það getur verið, ég ekki að útiloka það, ég hef bara ekki kynnt mér hver einasta fullyrðing í þaula sko hvað það en þetta nota svona einhversi andlýðræðislegur og það örugglega tímaspursmál þá einhver fyrir að tala að miðflokkurinn sé ekki lýðræðislegur sko, eða það kemur ekkert óvart og það örugglega hægt að finna eitthvað ef maður á þessum nótum sem ekki lýðræðislegt sko. Og svo eru lýðræðisflokkar sem hafa gert ýmislegt ólýðræðislegt eins og bara COVID-tímabili, hvað var það? Var það allt lýðræðislegt í svona strengsta skilningi? Þetta svona vangavelta. Áslaug Arna kom nú bara inn á það í viðtali í hérna vikunni, að einmitt Sjálfstæðisflokkurinn hefði gert eitt og annað í þeim efnum sem að kannski skoðaðist ekki með stolti svona eftir á, en þeir sem að kannski mér þykir halda helst fram þessum sjónarmiðum að lýðræðið sé hérna svona ætlunin sé að kippa því úr samband og þar fram til götunum. Finnst mér oft vera sko sama fólkið, sömu flokkarnir, sömu fjölmiðlarnir og kannski hafa á fyrri stigum lagst sko mjög miklum þunga gegn tiltekinni umræðum ákveðna hluti í samfélaginu, hvað sem það skildi nú vera, hvort sem það í gegnum COVID-tímabilið eða hérna, hælisleitendamál eða bara mismunandi eftir svæðum. Og það held ég að sé miklu frekar sko eða svona vandamál hvað þá svona polariseringu sem við stöndum frammi fyrir varðar heldur en sá árangur sem að til að mynda Le Pen að ná í Frakklandi núna. Það hefur bara verið sígandi vöxtur í stuðningi við þann flokk yfir allmörg kjörtímabil og sá flokkur hefur nú orðið miklu hófsamari á seinni árum heldur en var. Þannig að ég held að þessi svona er ekki bara svona, bara opnara og meira svigrún til umræðum hvað sem hvenær sem væri í rauninni svari við því sem að sko menn kvenka sér undan núna og eru oft á tíðum sömu aðilar og hafa valdið, ég ætla ekki að segja þöggunni, en svona þessari gagnrýni á ákveðin hlutir séu réttir. Já, það að segja að þöggun leiði til þess einmitt að eitthvað vafa samara grasseri þegar það kemur. Það getur ekkert annað leitt að slíku. Nei, en Jakob, stjórnmálafræðingur og greinir málin, ég meina hvernig sérðu þróunina, ég meina og það ekkert ósvipað í gangi í raun og veru Bretlandi sko, þar eru þessir rótgrónu flokkar í miklu meir en allra helst náttúrulega íhaldsmennir og Farage með sín sjónarmið að koma fram. Þetta er svipuð þjóðernis hægri, þetta er náttúrulega ekki sérlega hægri sinna flokkar Bylgjan svolítið líka samt sko, fólk á það svolítið til að tala hægri eða vinstri sveiflu sko, en miðist Bylgjan kannski líka verið svolítið svo að þetta andstaða við ríkjandi öfl. Það svolítið það sem við erum að sjá að það svolítið svona uppreist gegn þeim sem ráða einhvern veginn. Margir af þeim sem eru jafnvel kallaðir öfgahægri flokkar eru með mjög lítið hægri í sínum málflutningi. Allavega svona í efnahagsmálum sko, og ég myndi halda til dæmis að ég meina þú kemur nú Sjálfstæðisflokkunum ert svona efnahagslega hægri sinnaður í flestum atriðum. Sigmundur kemur nú ekki úr slíku umhverju endilega heldur frekar kannski hinni áttinni eða svona meira, ég meina Framsókn var svona, þetta var ekki eins og þetta var einhver harður hægri hann kemur bara á RÚV, miklu meiri félagshyggja, hann er fulltrúi RÚV, frambjóðandi RÚV, fulltrúum RÚV hann er miklu meiri félagshyggja, þannig að þið mætist kannski öðrum málum en efnahagsmálum, þó Sigmundur kannski hafi færst líka aðeins hægri í efnahagsmálum líka með tímanum sko, eða umræðandi vinstri, spurning hver hreyfði sig sko, en hann var svo sem eru alveg efnahagslega nokkuð hægri þegar hann var með Bjarna í ríkisstjórn og svona, og ég meina er hann ekki bara Framsóknarflokkurinn hefur alltaf verið svolítið hybrid flokkur sko, getur svona laga sig að því sem þarf til þess að halda þingsætum. Framsóknar í gennum tíðina að þau hafa bara rosalega mikið þurft að vinna með Sjálfstæðisflokknum og ég held að það sem í gangi þar núna í þessari nýju bylgju hjá þeim að þessum nýja Framsóknarflokki að reyna að sýna að þau þurfi ekki vera bundin Sjálfstæðisflokknum. Það svona einhver tilfinning hjá mér. Ég held að það sé alveg rétt sko. Framsóknarflokkurinn hefur, finnst mér, verið að svona halla sér töluvert mikið í vinstri áttina undanfarin ár. Sjálfstæðisflokkurinn, já. Nei, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn svo sem líka, en svona annars eðlis. En Framsóknarflokkurinn mjög áberandi höfum við þótt. Að þú hlustar á einhvern þingmann Framsóknar í vikulókunum eða eitthvað, þá verið nánast eins og hann gæti verið sko frambjóðandi Samfylkingarinnar. Já, akkurat. Og þeir eru svolítið að halla sér í þá átt. Já. Og það hlýtur að vera ákvörðun í rauninni sko, einhvern veginn hjá fórustunni því að þetta, mér hefur þótt þetta að vera svona afgerandi taktur síðustu árin og það eflaust hugsað til þess að fjarlæga sig Sjálfstæðisflokknum en nú í síðustu mælingu Gallup 6,6%, það ekki víst að þetta sé kannski ganga alveg upp planið. Nei, flókin staða Framsóknar. Já, hún er flókin en þetta leit nú býsna illa út fyrir þeim
út hjá þeim fyrir ekki mjög lengur síðan líka og síðan nú stutt síðan þeir unnu bara nokkuð góðan sigur bæði í þinginu og í borginni þannig að þú veist, ég held að Framsókn einn af þessum flokkum svona rosalega erfitt að reikna út hvernig þetta verður og þetta svakalega maskína á bakvið þetta fólk sem kann að virkja allt og búið til góðar auglýsingar og svona mjög góður í kosningabaráttu og auglýsinganálgunin hefur gengið vel upp en hættan núna held ég að gæti orðið sko í stað þess að gamla slagurðið ekki bara best að kjósa Framsókn þetta mæðulega þá verður svona einhvern veginn mómenti svona hólan í veginum eða steinnin í skónum nærtækari þegar fólk verður að ræða hvort að ég kjósa Framsóknarflokki næst. Það sem ég hef kannski uppgöðað með Framsókn að mér líður eins og Framsóknarmenn sjálfur viti ekki alveg hvaða erindi þeir vilja hafa og ég held að það sé vandamál út í því að það mjög gott að vera góður í kosningabaráttu og vera góður í slagurum og svona og ég held að allir stjórnmálaflokkar þurfa að vera góður í því ef þeir raunverulega vilja vinna góða sigra en þetta spurning skilaboðun og hverju þú ert að reyna að ná fram og mér líður eins og fólkið þarna á þingi þau séu ekkert endilega alveg meðvituð hvert þeirra markmið sé sko. Nei, alls ekki, ég held ekki en ég sko þeim náttúrulega ákveðin vorkun sko að mínum að þetta þess að bara mist pólitík mist óljóst hver verkefni stjórnmálana eiga að vera á næstu árum, það bara mjög flókið að leggja það niður fyrir sig, við búum við slíka umbreytingatíma skilur að því að ég var að ræða bróðum mér í morgun í okkar hlaðvarpi sko ég með umfangsmikla starfsemi á þessu sviði sko ég er að borða ykkur í morgunmat sko við erum amatúrar í þessu að sko ef maður tekur bandari stjórnmála getur maður sagt að það sé eitt rautt lið það eru republikanar með sín íhaldssömu þjóðlegu gildi annað blátt lið sem eru demokratar með sín svona á yfirborðinu frjálslyndu vinstri sinnu gildi í grunninn og svo ertu með grátt lið sko sem til dæmis tæknibransinn sem bara með allt aðrar framtíðar pælingar með alls konar vonir að tæknin leysi ýmis vandamál tæknilið svona held ég oft allan að það sem ég fylgist með svona þú veist ef það þyrft að velja þá væri það kannski republikana megin bara svona aðeins íhaldsamari gildi og svo framvegis en þú veist áttar sig á og ég líka í einhverjum skilningi áttar mig á að þú veist ég meina kannski er það þú veist að því að yfirbragð til þess míns efnis og mína sjónarmiða svona kannski svona íhaldsam þjóðurnis stefna eða whatever en maður átt að segja á að kannski er erindið á þessu sviði þroti sko eða þú veist að þetta sé make engan sense til þess þú veist bara átanum miðflokksum skilur íhaldsam gildi og skilur fjölskyldan og Ísland og svo framvegi sko allt saman dót sem ég fíla og elska sko en þú veist en meikar sens þú veist ég meina bara ef þú takir dæmi eins og fæðingatíðni á Vesturlöndum meikar sens að menn sé að segja við verðum að gera eitthvað til að bæta fæðingatíðni þetta ekki bara einhver ósigrandi þróun sem bara verða samfélagið bara grundvallaratriðum að breytast 1-2 börn verður kannski meira normið fólk hefur skemmtilega hluti að gera það þarf ekki að eignast börn út af praktískum ástæðum þú veist, maður að velta fyrir sig þú veist, svona íhaldssemi og íhaldsum gildi gagnvart lífinu, sko, hvort þetta meikir eitthvað sens að hafa þetta, fattu hvað við, þú veist ég held þetta sé einhverju marki bæði þróunin, bara svona út frá því hvernig bara tíminn hefur sinn gang og síðan svona umhverfinu sem við búum fjölskyldunum samfélagsins sjáum bara sko forsjárhyggjun í því að foreldrar megi ekki ráðstafa fæðingarrólunni eins og þeim hugnast best og gagnast barninu best sjáum stöðuna hvað varðar leikskólamál og fleira svona þannig að þetta er í rauninni þrýstingur úr báðum áttum bæði vegna þróunar bara í tíma og hins vegar að það einhvern veginn aðstæður barnafólks eru ekki hvetjandi til þess að svona slá oftar í klárin en nú orðið gert. Já, nei, akkurat. Mér finnst þetta ofti mitt mjög skrítið eins og með þessi leikskólamál sem að náttúrulega ég held að pirringurinn allavega í Reykjavík grundvallist líka á því að samfylkingunni einhvern veginn lofaði því að öll börn bara eins árs og upp úr fengju leikskólapláss. Ég held að það bara til að byrja með, það voru mistök. Í öðru lagi, þá í raun og veru beringum skylda eins og ég skilða til þess að veita barninu leikskólapláss. Þetta var bara pólitísk ákvörðun sem var tekin og þetta er hann krafan og það er það sem máli snýst það væri hægt að lögfesta skildina ég skil ekki, mér finnst að þú veist, kannski myndi það ekki breyta neinu og bara einhver óþarfa lög en ég skil ekki af hverju alveg eins og erum með grunnskólana ég held að leikskólakerfið sé ekkert síður mikilvægt þanniglega við erum mikilvæg mótunar ár og við viljum að það sé gott fólk að vinna með börnunum okkar að þeim líði vel á þessum tíma
af hverju þetta ekki lögfest og það sé bara auðvitað þetta hlutverk sveitarfélagana að veita ég held bara að þessa þjónustu. sá sem myndi lögfest þetta þyrfti að gera grein fyrir fjármagninu sem myndi fylgja því eða hvernig sem það væri skilur því að þá, þú veist það er bara það dýrt en kostnaðarþáttakan hefur hins vegar farið lækkandi það væri alveg hægt að láta foreldrar bara borga eins meira og þá væri allan að leikskólapláss sko. en ég myndi líka að þetta væri bara fín fjárfesting til lengri tíma sko. Já en sko ég meina það er það sem ég velti fyrir mér en þú veist ef við tökum tímabil þar sem að fæðingartíðinni var bara 3-4 börn á fjölskyldu allavega þá voru aðstæður samt ekkert betri þá sko og kannski dagvistunarpláss hafi heldur ekkert verið á hverju stráu þá og þú veist ef þú tekur 1960 eða 70 eða eitthvað það er ekki eins og eða efnahagur fólks almennt betri það er eitthvað annað, það er eitthvað í vatninu skilur það er eitthvað annað sem kemur í veg fyrir að fólk vilji í raun og veru ráðast í þetta stofna fjölskyldu sko og það er eitthvað hugmyndafræðilegt, það er eitthvað andlegt, það er eitthvað samfélagslegt og það er þróunin sem er allstaðar inn í vestræna heimi sko. og hún virðist mjög svona óstöðvandi skilur og síðan ertu með einmitt sko menn sem eru með ákveðna draumóra það hvernig samfélagið var, átt að vera á að vera, þú veist menn eins og Orbán sem segja, þú veist ef þú eignast 3 eða 4 börn þá færðu skattaafslátt út ævin og þú færð styrk til þess að byggja hús og svo framvegis veist, og þá skilur ef maður horfir á vandamálið hérna heima og hugsaður eitthvað, heyrðu, ok, fæðingartíðin er svona lág ef við ekki gera þetta, þú veist, þá er dogmatískt fólk hérna heima bara nei svona gerum við ekki, enga beina hvata til barnið, ok, skilur að því að það hefur skaðlega áhrif á konur, skaðlega áhrif á þetta, skaðlega hitt þú veist, það er svona þetta er svona óleysanlegt vandamál þetta en líka bara mörg önnur sko, þú veist en ég skil ekki sko til dæmis talandi leikskólan, við erum með leikskóla hérna og það fæst ekki starfsfólk skilur, það er stóra vandamálið held ég, það er stóri flöskuhálsinn og víða eru leikskóla orðnir allan að heyri maður, bara þannig að kannski mikill meiri hluti starfsfólks bara talar enga íslensku og þá er fólk einhvern veginn, þú veist, af því það þarf dagvistun sendir börnin sín samt þanga, en það er samt svona ok, leikskólan á samt að vera málörfun og umhverfi, en standardin hefur bara lækkað en þess að fólk bara, það er bara ekki annað hægt sko, og það er út af einhverju þenslu skilur, og miklum innflutningi skilur, sem enginn talar nema miðflokkurinn að dána, skilur. Og svo eru þetta líka atriði sem að ég held að svona kannski hafi ekki gengið upp eins og svona hugsunni var í öllu falli til dæmis að lengja sko leikskólakennara námið í 5 ár úr 3. Já. Ég held að það hafi haft letjandi áhrif á mjög marga að fara í þetta nám. Hver er rökstuðningur með því? Af hverju ósköpunum þyrfti maður 5 ára nám? Ég held að sko aðeins að það hafi verið sagt þá hafi raunverulega planið með þessu verið það að hækka laun grunnskólakennara. En það eru miklu haganlegri leiði til að ná því marki fram heldur en að bæta við 2 ára háskólanámi sem heldur þá þessum sömu einstaklingum frá því að starfa í því umhverfi sem þau mennta sér til. Ég held að sé sjálfur sér bara fínt að það sé líka velmentað, langtíma mentað fólk að vinna í þessum leikskólum en það þurfi ekki að vera en það þurfi ekki að vera það til þess að sért ykkur formlegu leikskólakennari, þetta er bara alveg eins og þú gætir auðvitað kent í menntaskóla, skilur þú ert samt bara með íslensku gráðu, þú ert ekki með neitt meira en þú veist, þú værir einhvern veginn skildar til að gera það eftir að vera eitthvað fastráðinn og fá hærri laun og svo framvegis. Ég mitt pæli því, þú veist, af því að þegar maður fer áfram út í einhvers konar stjórnmála efnahagslega hægri mennsku líka, skilur þú veist, öll þau svið, það sem að ríkisvaldið stýrir framboði og eiginlega eftirspurn líka, en það er niðurgreiðir eftirspurn og stýrir framboði, skilur rétt eins og í skólakerfinu og leikskólakerfinu. Þessi svið eru dæmd til þess að fara mjög illa bara vegna þess að ríki getur ekki reiknað þetta út einmitt það að ég með ekki kenna í menntaskóla hvers konar hneysa er það ég er með íslensku gráðu en ég þyrfti að fara í eitthvað kennarnám í 2 ár til þess að kenna þarna og vera maður með mönnum, ég held það allan ég mætti kannski verið í afleysingum sko, en þú fengir ekki fasta ráninga ef ég skilða rétt sko. Af hverju ósköpun? Þetta er svo mikil kerfisvæðing og býr til þessa skrýtnu hagsmunu og svo skrýtnu, þú veist hvatarnir eru bara allir rangir og það er engin metnað inn í kerfinu eða í stjórnmálunum til þess að bara ganga milli bóls og höfus á þessu við bara bara fara að breyta þessu núna með einni reglugerð við bara að breyta þessu strax og ég held að við hefum líka svolítið mistökur í því út af því að það er náttúrulega frábært þegar þjóðir eru ágætlega menntaðar og það verði að einhverju normi að fólk fara og mennti sig og eitthvað slíkt sko en bara eins og Áslaug Arna hefur verið með þessar herferðir eitthvað taktu stökkið og eitthvað fólk fengið til að segja skráðu þig bara í háskólanám og ef þú fílar það ekki þá ferðu bara í annað háskólanám og ef þú fílar það ekki þá ferðu bara í annað háskólanám og maður hugsa sko hvers vegna í ósköpunum erum við að mennta allt þetta fólk í einhverju viðskiptafræði sko. Við höfum ekkert við það að gera og svo erum við nú líka upptökin af því og köflum að skaðmennta fólk þannig að það er alls konar svona furðu upp á komur sem við
verið að reyna að keyra í gegn þetta í pólitískum tilgangi. Já, 100% og þetta er sovjest. Ég er hjartalega sammála þessu. Ég var í íslensku námi í höfuðstöðdeild Háskólans og ég var skaðmenntaður að mörgu leyti. Ég lenti í skaðmenntun. Erum við ekki að tala um skaðmenntun í þeim skilningi að, ég meina, hvað er að skaðmennta? Gerðu grein fyrir máliðinu. Ég held að ég myndi nú svona seint tala það sem skaðmenntun að mennta sig í íslensku. Já. En ég skal útskýra eftir smá hvaða þættir það voru í íslensku. Já, en það er alveg klárlega innan hverjar greinar held ég einhver hluti sem að fellur þarna undir. En síðan eru bara heilu sviðin sem að ég held til dæmis ef við horfum inn í félagsvísindadeildina hvar ég menntaði mig í viðskiptafræði þá eru líka svið þar sem að ég held að svona sé ekki líkleg til að skila mörgum nettó skattgreiðendum þegar fram í sætir. Nei, það er alveg tvímælalaust rétt. Ég var í íslensku námi við HÍ, lærði margt gífurlega gagnlegt sem næriði mína sál og mín anda og hvatti mig til þeirra verka sem ég hef síðan unnið sem má deila hvort það hefur verið til gagns eða ekki, en einhvers ég var í þarna og sumi kúrsarnir og það hefur líklega fæst í aukana og það er mjög landlægt í allri hugvísindadeildinni voru bara hreinn og klár bara marxískur heilaspunni, þú veist, það er bara þú veist, í alvörinni og það sá ég bara eftir á það er kannski einhverjum marki það sem ég var að svona í að þess að hafa formað það til enda og þetta gerir engum gagn á endanum Nei, og skadar, það er skadalegt og er skadalegt og þér er kennt að hafa ákveðna andstigð á öllu sem gott er og þú bara vestrænni simminningu og svo framvegis og ég sá þetta ekki fyrir eftir á að ég drakk kúleiti í ýmsu tilliti og meira réttindi en skildur gagnvart samfélaginu og þetta allt saman Já, og í raun og veru er bara fræðileg útfærsla aumingjavæðingarinnar þú veist það og Jakob, þú nú sloppið við skaðmyndina þú reyndi gerði nú einhverja allur stjórnmálafræði og svona og ég held að þetta sé ekkert skárra þar en þú veist, þar var maður einmitt þú veist, kúrs það hvernig við ætlum að taka þetta bókmenntaverk og útskýra hvernig það fjallar í raun og veru loftslagsmál af nýlenduvæðingu og feminisma og hvernig allt þetta tengist inn í bókinni og þetta er kannski bók sem var skrifuð 1970 þannig að enginn var að spá í þessu en við ætlum að segja okkur það eftir á, þú veist, og það var raunverulega það sem vorum að gera í kúrsum þarna, Að greina þetta þannig þá? Já, ég raun og veru að greina þetta samkvæmt einhverju pólitísku hugmyndafræði. Það var raun og veru bara það sem okkur var beinkent, bara takið þessa pólitísku hugmyndafræði og prófaði að greina þessa bók með henni, En er þetta ekki bara það sem einhverjum marki búið að færa alla leið niður í grunnskóluna núna? Jú. Með kynlausa tungumálinu og öllum þessum æfingum sem er í gangi? Já, og í framhaldsskólum og allstaðar, ég held að Páll Vilhjálmsson hefði sagt að í hans skóla, þar sem hann var alltaf eiginlega rekinn hann á dögunum, allir hafi verið vinstri menn nema hann og húsvörðurinn. Þú veist, þetta er svona, það er ákveðin hugmyndafræði í opinbera kerfinu og ef við tölum opinbera kerfi þá hefur það líka ákveðna sjálfstæða hagsmuni og það skal engar undra einmitt að því líki illa þegar flokkar sem það getur ekki treyst á að muni bara halda partíinu gangandi er að gera sér líklega og það er líklega það sem er að gerast líka einmitt þegar við tölum um Frakkland og alls það hann þegar við vitum bara að það er engin hvert sem við lítum það er engin opinber starfsmaður sem í raun og styður þessa populistaflokka svo framvegis þannig að ef við notum það orð já, þetta er áhugavert. Já, mér líður svolítið bara svo áheyrnarfulltrúi en ég veit ekki hverju ég á skjót inn í Nei, ég meina þið í Samfylkingunni lítið náttúrulega öðruvísi á þessi mál VG mér langaði svolítið að koma inn á eitt ef ég ekki nema það sé eitthvað meira ókláraði þessar umræðu á marxíska heilaspönunum ég og Beggi tökum sér þáttirna háskólamálum og skaðmyndunina það verður bónusþáttur Já, rétt áður við höldum áfram hérna á vettvangi Snorra Mássonar ritstjóra nefnum við að fréttir vikunar eru í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki. Eitt þeirra er Happy Hydrate, þetta er íslensk vara sem tryggir það að þú fáir þau steinefni sem þú þarft. Maður missir alls konar vökva, maður svitnar alls konar vökva, maður þarf að jafna það upp held ég, finn ég á sjálfum mér, með því að taka Happy Hydrate. Góður drykkur, alltaf spenntur að fá mér, hann er að fara að fá mér núna með klökum og ég verð ferskari eftir á. Sérstaklega, ef maður er íþróttum, ef maður er sán og svo framvegis. Annað fyrirtæki er Þorgrímsson, byggingarvöruverslun með meira en 70 ára reynslu. Ef þú ert að gera eitthvað upp, þið langar í eitthvað svona sniðugan panel, sniðudæmi, kork, alls konar svona ullarefni, klæðningu, flísar, alls konar þannig dæmi, þá er Þorgrímsson í alvörunni staðinu svo ferða. Ef þú þarft að bæta hljóðvistina í einhverju rými, þá þarft að færi Þorgrímsson. Við höfum gert það hér og við elskum þá. Höldum áfram eftir örstutta tilkynningu frá öðru fyrirtæki.
Nýr 100% rafmagnsbíll frá Lexus. RZ 450e. Lexus. Kauptúni. Það ferðaþjónustan. Já, nei, en í alveg að hugsa í heildarsamhengi atvinnuvegina, þá meikar sens. Já, að ég mikinn áhuga raun og vera á ferðaþjónustu og hef að mörguleiti sko glaðst yfir alls konar uppbyggingu í kringum hana og þú fært okkur ýmislegt. Fært okkur verulega verðmæti og verulega uppbyggingu á ótrúlegustu stöðum. En mér finnst svolítið að það var ríkt mitt smá svona, ég segi ekki þöggun, svona eins og þú sagðir áðan, en það svona einhver meðvirkni finnst mér líka bara út af því að núna einhver atvinnugrein þegar hún að byrja að stækka svona hratt að þá má ég alls ekki gera neitt til að hafa einhverjar hömlur á þessum vexti. Ef þú gagnrýnir eitthvað annað þá ertu bara móti ferðaþjónustu og móti uppbyggingu og það má helst ekki vera nein almennileg stefna utan þetta eða neitt og þessu hefur leyft að sko grassera og vaksa og það sem að náttúrulega ferðaþjónustan ástæða fyrir að hún ekki endilega fullkomin atvinnugrein þó hún sé góð í einhverju hófi svo að hún náttúrulega byggir aðalega bara á ódýru vinnuafli sem náttúrulega flytur inn þú flytur inn fólk og skamma síðan yfir því að þau sé að taka húsnæði frá þér og eitthvað svona það þarf að búa einhver staðar, ferðamenninu þurfa að búa einhver staðar og þetta eru svona lágtekjustörf að miklu leyti og það myndast húsnæðisvandi einhvern veginn fólk verður brjálað, þú lítur til Kanaríeyja klikka þar út af ferðaþjónustunni. En það ekki sko ef maður hugsaður bara ég held bara að ólíkar einingar í samfélaginu hafi bara mjög ólíka hagsmuni af því hvernig haldið á málum hana, þú veist. Ég hugsaði daginn, þú veist, opinberi starfsmenn til dæmis, þeir eru hópur sem hefur ekki hagsmuni af aukinni ferðaþjónustu, myndi ég segja, en þess að það bara skapar hjá þeim álag á all þau kerfið, þú veist, heilbrigðiskerfið og annað eins skilur og skólakerfið, þú veist, með innflutningi fólks, á meðan, sko, atvinnulífið hefur bara mjög mikla hagsmuni og þetta er mjög smyrjandi fyrir allt atvinnulífið að vera bara með svona mikið af fólkina, bara upp á allan veitingabrasa, þar með alla vörur, þú veist, allt mögulegt, en það sem vantar í þessu auðvitað að, sko, stjórnvöld segi, heyrðu, hvernig ætlum við að móta þetta til framtíðar, þó við hafi kannski gert það. Það verður að vera samt einhver eðlileg stefna og eitthvað eðlilegt í þessu. Það ekki bara þetta á hverju einasta landi bara byggja upp einhverja skýta kofa og selja þeim ostaslauf á 2000 kall, skilur. Hvers konar ferðaþjónusta það? Og þá ég alls ekki að traka alla ferðaði, það náttúrulega fullt af frábæru uppbyggingu. Nei, ég meina Beggi, þeir eru nú landsbyggðarflokkur líka á öðrum þræði, þannig að þið hafið væntanlega áhuga á stefnumótun í þessu fæi. Hvernig sjáu þið þetta? Ég meina, og sömuleiðis í tengslu við það sem við höfum líka rætt hérna í þessum þætti, til dæmis með íslensku málin og annað eins, þetta hefur verið mjög mikið, en enga á síðu mjög gjöfult. Hvernig sjáu þetta? Sko, það náttúrulega búin að vera algjör grundvallar breyting á mörgum svæðum út á landi til að mynda í tengslum við þessa þróun sem hefur orðið í ferðaþjónustunni frá svona cirka 2014 eða svo. Þannig að þetta svona 10 ára ferli sem búið að eiga sér stað núna og mér þótti alltaf dálítið skrítið í kringum COVID-tíman eða á COVID-tímanum að sumir svona, nú skulum við sko bremsa af þessa ferðaþjónustu. Þetta var ekki að ganga nógu vel. Allir innviðirnir, allar upp að því marki sem nú orðið sko, voru komnir og það hefur verið frálegt einhvern veginn að lempa ferðaþjónustuna sem að hefur sko fór hraðar af stað heldur en nokkur staðar í kringum okkur held ég að sé ótt að segja eftir að takmörkunum létti. En ég held að við séum, það svona slatti af svona sjálfsköpuðum vandamálum sem að tengjast rekstrarumhverfni sem auðvitað til að mynda bara þetta háa verðlag og bara styrkur krónar til að mynda mjög mótdrægur hagsmunum ferðaþjónustunnar. Ég les, það var umfjöllun í Spiegel núna þar sem að það gerð úttekt á því hvar kaupmáttur Þjóðverja minnstur og mestur og ég held að Ísland sé á eftir Sviss sko, erfiðasti staðurinn fyrir Þjóðverja að fara á sko. Við Sviss og Noregur erum svona eiginlega alltaf í einhverju röði á topp 3 og ég held að sko ferðaþjónustan rak upp mikil harmakvein þegar í tengslu við hvalveiðarnar. Ég held að þar þyrftu menn nú kannski frekar að horfa svona aðeins inn á við núna og reyna svona einhvern veginn að finna leið að því að kannski fara að sækja meira á svona betur borgandi kúna sem að dveljast lengur en þetta hefur þetta svona, ég get kannski ekki fært rök fyrir því sem ég að segja núna en þetta tilfinning að svona menn hafi aldrei bara komið með teki við þeim sem að flugfélögin ákvaðu að fljúga hingað á forsendum flugfélaganna. Og þú veist, eins og ég segi, ég ekkert á móti ferðaþjónustu en ég bara ofta efins þegar einhver svona grein vex svona gífurlega mikið og
þú veist, þetta rosalega svona þú veist, hvenær hættir þetta að vera, þú veist, sjálfbært og gott, skilur, konar gífulegar fjárfestingar og ótrúlega mikið af litlum fyrirtækjum í þessu alls konar út allt land. Þetta hefur náttúrulega gert margt gott fyrir landsbyggðina og Reykjavík líka. En maður spyr sig sko, eins og núna, það bókunarstaðan að versna út allt á Íslandi. Hótelin eru öll byrjuð með einhver tilboð og eitthvað svona til að trekkja að Íslandinga. Maður spyr sig sko, hvað ef þetta heldur svona áfram? Hvað ef þetta versnar? Hvað ætlum við að gera við þessi fyrirtæki? Ætlum við að bjarga þeim eins og í COVID eða þetta bara að fara á hausinn? Ég meina, þú veist... Fyrirtæki fara bara á hausinn held ég hér eftir eins og svo sem hinga til nefn í COVID-tímanum sem var þetta ótrúlegur í rekstrarlegu tilliti. Viðskiptablaðið var að kalla eftir aðgerð að pakka fyrir kringluna. Já, út af þakbrunanum. Nei, ég meina, ég hugsa þeim fyrirtækjum hljóti nú að vera leyft bara að fara sína leið. En, sko, ég held samt að þú veist, að því þú segir, sækja betur borgandi ferðamenn. Ekki bara erfiðara en við viljum vera að láta að hafa svona mikil áhrif á það hverjir að vilja eiga viðskipti við okkur og svo framvegis. Ekki bara þú veist að þetta verið lengi verið rætt, skilur, og lengi verið að allir sammála að vilja freka fá ríkara fólk. Þetta var alltaf verið rætt en það var ekkert verið gert í því. Það hlýtur bara að vera með markaðssetningu. Já, ég bara veit ekki. Ég held að þetta sé bara hægara sagt en gert að ákveða bara hverjir vilja koma ekki. Ég held að við þurfum líka bara að þykja þá sem koma. Ég held að það sé alveg rétt, en ég til dæmis alveg elska þegar ég sé einkaþoturnar fljúga í flugvélinni framan við hús það sé bý sko, bara þessi ekki að fara sko í tjaldferðalag á hjóli í kringum landi. Nei, að kaupa eitt brauðpakka í bónus. Nei, þannig að þess að fara að skilja eftir. Já, en þú fær ekki og spreyjar einhver svona appelsínugullinni málingu á einkaþotuna og teipar hlekkjar við hana. Nei, við höfum ekki undirlagt þingfundi miðflokksins í slíku verkefni. En sko bara aðeins varðandi það sem Jakob sagði áðan, varðandi sko að það væri svona vaxandi pirringur hér og þar í garð massatúrismans. Þá held ég að verða sko blandast inn sko. Ég held að þær þjóðir sem að sko lifa fyrst og fremst á túrisma. Það sem að túrismin sko dominerandi framlag til landsframleiðslu eða efnahagslífs þess svæðis. Þar sé staðan mjög snúin. En ef okkur tekst að hafa túrismann í svona jafnvægi gagnvart þessum grunnatvinnum, orkuframleiðslunni, sjávarútveginum, landbúnaðinum og þessu öllu, þá geti túrisminn og sé frábær viðbót við samfélagið. Já, af því að það má ekki gleymast hvað túrisminn í raun og hefur verið mjög sko gjöfuleið fyrir alls konar bara venjulegt fólk. Bara að komast í snert við bara peninga í fyrst skipti eða þannig og bara fjárfestingu og atvinnurekstur. Þú veist bara, bara allt í henni þetta fara að make a sense hér, skilur, við getum bara gert þetta, skilur. Líka bara skemmtilegra, sko, við getum fara á fleiri veitingastæði og allt þetta, sko, þannig að þetta fært okkur ýmislegt en sko, ég held að mér finnst bara sko, eina umræðan sem maður sér þetta þú veist, annað hvort auglýsingafólk sem að vill auðvitað fá peninga fyrir að auglýsa meira og síðan aðalega bara lobbyistar fyrir hönd ferðaþjónustunnar og fyrir hvað eðlilegt, skilur, þetta fólk sem hefur gífulega hagsmuni af því, en mér er samt svona umræðan bara einhverja stefnumótu nýjus eða eitthvað, þú veist, það aðalega það sem ég kannski kalla eftir að við séum með einhverja sýn á það, þú veist, sko, hversu stór á ferðaþjónustuna að vera eigum kannski bara ekkert að pæli því og leifa bara markaðnum að ráða því ég held að sé alveg verið að pæli þessu og að einhverjum tímpúti hljóta einhver að komast að einhverju niðurstöðu í því, en það er samt hins vegar, til dæmis eins og Sjálfstæðisflokkurinn og sem hefur verið stjórnvölinu mjög lengi, þú veist, framleiðinni hefur verið, ég meina hvað er þetta 2-3 ár sem framleiðinni hefur verið að draga saman að einhverju liti hérna á Íslandi þú veist, það er náttúrulega bara eitthvað alvarlegasta merki sem getur fengið í hagkerfi. Það er hættulegasta merki sem getur flotið. Þá ertu í raun og veru, þá ertu farin að geta keyrt áfram hagvöxt bara á fleira fólki en hagkerfið það er ekki sjálfbært. Nei, og þá ertu bara að fara og það er einmitt þá sem þú færð húsnæðisvanda, það er einmitt þá sem þú færð allt og mikið þrýsting á innviði þegar þú ert bara farin að keyra þetta á fleira fólki, sko. Þannig að það er eins og einmitt bara fólk bara horfst ekki í augu við að þetta sé staðan, sko. Þetta er náttúrulega bara veikja menntli umhugsun, þá þurfa að gera hlutina bara allt öðruvísi hérna. En ég veit að Samfylkingin hefur verið með einhverja pælingar og einhver útspilana gæsalappa í tengslu við þetta. Eina sem ég hugsa þetta er náttúrulega alltaf bara það sem ég hef líka rætt á þessum vettvangi á sem er bara íslensk tunga, hvort að við getum búið þannig umhverfið til þess að hún verði alveg örugg áfram. Er það hægt? Ég held að við þurfum að gera í þeim efnum bara það sem þarf
bara ef að við gefum eftir hvaða varðar vörnina fyrir íslenska tungu, þá verði mjög fáir slægir sem við klárum eftir það. Þetta auðvitað bara svona það sem gerir okkar þjóð í raun sko. Og við sjáum bara til dæmis árunum í kringum bankahrunni þegar mikill fjöldi Íslendinga fór til Noregs. Það datt engum til hug annað en að þurfa að læra norsku til að vera á norskum vinnumarkaði. Það var bara eðlilegast að krafa. Bara að gera engin athugasemdir við það. En þetta mikið viðkvæmnismál hérna heima og auðvitað það þannig fyrir ég bara minnugu þess þegar upp í Loftorku á sínum tíma sko, þá buðum við öllum erlendum starfsmönnum okkar að fara á íslensku námskeið og það gerði bara gott og þetta það sem ég held að sko, atvinnurekendur ættu að gera meira af. Þetta auðvitað aðeins snúið gagnvart þeim sem eru augljóslega kominga til skamstíma en það líka sko reynslan sú að oft á tíðum eru það þeir bestu sem koma sem að vilja síðan ílengjast. Þeir bara vegna gæða sinna sem starfsmanna hækka þeir í launum og þarfandi göttum og bara setja stað og við að gera allt sem við getum til að bara þeir aðlagi í samfélaginu eins og mögulegt og fremst í röðinni hvað það var íslenskan. En það ekki mitt vandamáli með ferðarþjónustunni að stór hluti þessar starffólks kemur hingað til skamms tíma. Já, og svo sem alveg örugglega sko. Og svo var þetta svo sem örugglega alveg farið að gerjast fyrir löngu í einmitt byggingariðinu og allstaðar en það var ekki fyrir en þetta kom öll þessi enska komst í snertingu við okkur í afgreiðslu sem að Íslendingar eru vöknuð upp gagnvart þessu að þetta var náttúrulega orðið staðan mikið til í byggingariðinu að mikið af þessu þurfti að vera á ensku eða annað eins vegna þess að menn voru bara tímabundi hérna og svo framvegis en þú varst í rekstirbæki, hvernig var það? Hvenær ferð á þing fyrst? Ég fer inn á þing 2017 ég saknaði svona ég ætla ekki að segja á hverjum degi en mjög oft að standa ekki í rekstri það er ótrúlega skemmtilegt ef þú færði við konkrétt hvað þú gerðir og hvernig þú litist út í það? Heyrðu, maður hafði nú gert eitt og annað á fyrirstigum en síðan kem ég að því árið 2009 að endurreisa fyrirtæki Loftorku í Borgarnesi sem er svona stæðsti einingaframleiðast í landsins fyrir forsteyptar einingar og steinrör og þess áttar og er þar til loka árs 2016 og það svona eins mikið raunheima fyrirtæki og þau verða og þannig að gríðarlega gefandi að starfa þar og var þar fyrst fjármálastjóri síðan framkvæmdastjóri og það sem ég hef kannski mestar áhyggjur á og hef verið að verja tölvunum tíma inn í þingi í þau mál sko hvað mér finnst rekstrarumhverfi fyrirtækjana vera að versna jafnt og þétt. Það svona endalaus gullhúðun hvað innleiðingar varðar sem að setja kvaðir á fyrirtæki til þess að gera einhvern óþarfa sem að engu skilar hvorki gæðum vörum starfsskilum starfsmanna eða rekstrarniðurstöðu fyrirtækja og fyrirtæki verður þetta reka sem er hagnaði til að geta fjárfest og þróa sig áfram. Þannig að mér finnst og ég hef nú skammað vini minn í Sjálfstæðisflokknum mikið undanfarin ár fyrir að hafa svona sofnað á verðinum þarna. Það eins og Vinstri grænir hafi fengið að ráða algjörlega ákvörðunum snúa að rekstrarunum hverju fyrirtækja. En sko, og ég hugsa, ég reiknú bara mjög lítið einsmanns fyrirtæki þar sem að maður borgar, hvað tala menn hvað ekki 7. hver króna sem fer frá manni, Jakob, 6,5 í svona, það er svona cirka það. Það er bærilega sloppið held ég. Og síðan þarf maður líka að skilin svolítið þykku skýrslu til fjölmiðlanefndar alla starfsemina í alvöru það bara, ég höfði að fylla þetta út, það er ekkert svona mikil vinna en samt svona eitthvað þú veist, og svo náttúrulega bara eitthvað svona klassíst að skatturinn og annað einskilur en mér finnst þetta ekkert svona þú veist, hjá mér er þetta alveg bærilegt og þetta sé meira en maður myndi vilja en ég get sé fyrir mér að kannski einmitt í byggingariðnaði og alls þar verði þetta strax töluvert flóknara. Já, og komið starfsfólk og svona aðkiptaráðgjafa í Langebanir sko til að sinna þessu og svo er það auðvitað hlutur sem að sko er algjörlega sko orðin stjórnlaus. Það er þessi sko öll þessi kerfi samfélagsverkefna kerfi hver sem enska skammstöfunin það sem að það er bara eins og að sé verið að reyna að knésetja fyrirtæki með svona red tape. Já, þannig að ég var nú með ráðgjafa hérna í viðtali í síðustu viku sem heitir Bjarni Herrera, hann er sjálfbærni ráðgjafi og ég var að reyna reykjur honum gardinar það sko hver raunverulegur ávinningurinn að þessu þetta saman er sko og það er bara mjög óljóst, þetta er bara svona hugmyndafræðilegt hér og þar og þetta er innleitt og þetta ekki og svo bara stendur þetta sko og verður eftir inn í kerfinu. Það er ákveður það sem gerist. Það er mjög áhugaður frétt frá Bandaríkjónum núna í vikunni þar sem að því fallega fyrirtækina Tractors Supply sem er risa fyrirtæki sem gengur út á þjónusta landbúnað þar og 50.000 starfsmenni í mannrétt og bara mikið umfang. Og þeir bara með einu pennastykki bara afnumdu allar þessar sjálfbærni samfélags stefnur sem voru byggðar á grundvelli lagasetningar
og svo bara, nú ætlum við að fara að eyða þessari orku og peningum í eitthvað sem gagnast sko kúnunum okkar, rekstri okkar og starfsmönnum okkar og það eru allir ánæðir nema einhverjir öskrandi ráðgjafar og einhverjir aktivistar. Já, það er svoleiðis. Það er ýmislegt strákar, getur nú ekki verið hérna eilífu, en hvað er annað að vera? Ég meina, eins og ég nefndi hérna kosningarnir í Bretlandi, það er alltaf Farage að tala um þetta, hann að tala um að Bretar séu kristin þjóð og get ekki tekið við hvernig sem ekki er til í kristnu gildin, ég fór að hugsa sko kristin gildi, lifum við kristin gildi á Íslandi og eru kristin gildi ekki að því að þetta er áhugavert að þessi hægra minn sko, því kristin gildi eru mörg svona vinstri leg sko, ef þú ferð út í það að hjálpa lítilmagnarnum og svo framvegis og hérna tölum við mikið flóttamannamálin og innflytjendamálin og þá er spurning einnig sko, erum við að velja á grundvelli einhverja gilda, þú veist, er fólk hérna inn að koma inn sem hefur ekki gildi okkar, ég meina hvað segir það? Sko, ég held að ef við horfum bara á þróuna sem varð hér á síðustu árum, þá þolir ekkert samfélag svona þá hlutfallsbreytingu til lengri tíma. Við minnir að hlutfallið hafi verið árinu 2022 að það hafi verið sko 15,2 af erlendu bergi brotni fyrir hvern einstakling sem fættist til íslenskra foreldra. Já. Og þetta gerir svo hratt í svona fámennu samfélagi þegar þetta er orðin tölunar. Þannig að ég hef áhyggjur af því að þetta í rauninni íti undir það sem, hvort sem við köllum það skautun eða hvaðana, að þessi þrýstingur sem þetta setur á samfélagsgerðina, þetta getur ekki endað vel og ég held að við ættum að og ég verð alltaf að segja það í þessu samhengi sko, við eigum að taka á móti þeim sem er í raunverulegri neyð og við ráðum við að taka við og gera það vel og tryggja aðlögun þeirra í íslensku samfélagi en svona láti þetta reka á reiðanum eins og mér hefur þótt vera undanfarin ár það kann ekki góður lukkastýra. Nei, það er spurning sko með þau mála því það er samt líka eins og við erum að tala um ferðarþjónustu, þetta er allt hluta ákveðinni heildamynd, skilur þú þarft samt starfsfólk, skilur og það hafa allir áhuga á því að gengi sig í þau störf sem þörf er á að gengi sig í. En þeir einstaklingar eiga þó líka einmitt að koma til landsins í gegnum vinnumarkaðsúrræðin, ekki gegnum verndarkerfið. Nei, einmitt. Nei. Akkurat, hvað annað? Við erum, eins og ég segi, við erum bara búin að vera í heldig góðu skapið í dag, Jakob. Þú að horfa á EM, það ánægði með RÚV í þessu. Já, ég verið að fylgjast með þessu og RÚV reyndar bara hefur staðið sér alveg ótrúlega vel. Getið sagt þeim sem er ekki búin að horfa á marga leiki hvað er að vera og hvað eru menn að horfa í og hvert eru við komnir? Það er rigning. Já. Það sem ég þykir svona helst lýsa þessu móti hinga til. Mikið rigning á þessu móti og svona grasið laust í sér, mikið að rifna upp og menn að renna. Hefur það neikvæð áhrif eða er þetta stemning? Þetta er neikvæð áhrif. Þetta hefði verið gott fyrir íslenska liðið. Algjörn neysa við mikið faraðan, þetta var bara svona fullkomið svona aðeins lélegar aðstæður stundum. Það hefur verið haglél sko. Þetta stoppa leik vegna, ég lendi nú bara í haglél út í Berlín á núna helgina. Það verið eldingar og allt í gangi, þetta er fullkomið fyrir Íslendingar. En hvað er menn að horfa í? Hver eru stóru spurningarnar í þessu, hver er að fara að vinna þetta, hver eru öflugastir? Það er nú þannig að náttúrulega Þjóðverjar eru á heimavöllið. Er ekki Þýskaland spátt núna á föstudaginn? Þetta er alltaf ágætlega sigurstranglegir en Spánverjarnir hafa nú verið mjög öflugir líka og bara unnið alla sína leiki. Ég var með að gera mig upp með hvorum ég held með í Þýskalandi Spáni sko. Þýskalandsmegin, eða ekki? Ég er Þýskalandsmegin og hérna Lotta mín myndi aldrei fyrirgefa mér annað en ég held að þjóðverðinni taki þetta það er eiginlega ekkert að þessum svona liðum stóru þjóðana sem eru kannski að toppa reynd núna sko og ég held að sé meiri svona ægi í þýska liðinu núna heldur en á síðasta móti og þeir muni klára þetta á því. Og síðan er nú Tyrkinir hafa verið skemmtilegir þá ég spái þeim ekki sigri en þeir eru náttúrulega líka á hálfgerðum heimaðalli það er náttúrulega 10 milljónir Tyrkja eða eitthvað sem búa þarna og það er alveg þvílík stuðningssveit sem þeir eru með þarna á leikjum. Hvað er að segja í Þýskaleiðinu? Bara tyrkneska landslið í Þýskalandi. Tyrkir, það eru svo margir Tyrkir þeir koma að styðja, það er svo auðvelt fyrir það að koma. Hlutfallslega eru ekki mikið fleiri Tyrkir í tyrkneska landsliðinu heldur en til þýska. Nei, akkurat. Þetta er mjög blandað allt saman. En ég held að sko, svo sjáum við Portugalina, ég reyndar ekki sé nema einn leik, síðasta leik þeirra og hérna þá var hann dálítið maður sé Ronaldo, það er dálítið eins og ég sé á hlaupin á völlunum, samanborið við hvernig hann var. Ég sá hann með einhverja allir hérna á móti margir hverjum það var, þeir töpuðu á móti man ekki alveg á móti hverjum Serbíu mögulega, nei, allana
það var ekki fallegt þetta bara klúðraðist hjá honum en þeir eru svona þeir unnu þetta fyrir 8 árum og geta alveg unnið þetta það alveg, og þeir eru þannig með Pepe hinn fræga skullátta varnarmann sem er 41 ár sko. En þá náttúrulega byrjuðu þeir að tapa 0-0 fyrir Íslandi í fyrsta leik þannig að það var svona upptakturinn af því sem að skilaði tillinu en það er engu slíku til að dreifa núna. Englendingarnir hafa mörgulegt verið lélegir en eru samt í keppninni sko, og þetta, þú veist, þetta er alveg spennandi sko. Það er svo sem er ekkert alveg augljóst hver vinnur þetta. En það er ekkert svona spútniklið það er ekkert lið sem að sko allavega þeim sem eftir eru í áttaleiðúrslitunum sem að ég held að svona fólk almennt svona hugsi, þetta er okkar menn sko, þó þetta hafi ekki verið upphafsliðið sko. Það er engin svona skemmtilegur underdog lengur með. Rúf hefur allavega staðið sér vel í þessar umfjöllun. Já, þú hefur verið alveg yfir snúningi af ánægum með Ríkisútvarpið. Þú ert auka framlögin. Nei, ég hef ekkert verið að tala fyrir því en náttúrulega þeir hljóta að fá mjög mikið af auglýsingatekjum. Allavega meira en fengu ekki enn í Eurovision núna. Og Hilmar Björnsson sem er yfir þarna íþróttamálunum, hann var nú bara fínt að gera hann útvarpsstjóra. Já, Stefán Eiríksson er að hætta það ekki, bara eftir 1 ár eða eitthvað svoleiðis þá er spurning hvort að einhver myndi taka stjórn á þessu batteri en kannski ólíklegt. Maður verður að vona en miðað við svona, það er þó allavega svona jafnt og þétt verið að auka stuðningur við þingsályktunum mína það að almenningu fá að ráðstafa hluta útvarpsgjaldsins síns til fjölmiðils eigin vali en það var ekki beint í Ríkisútvarpsins stuðningu við það hefur verið að aukast svona inn í þinginu í síðustu framlagningum. Ég er náttúrulega beina hagsmuna þessu. Já, þú ert alveg bullandi vanhæfur í að ræða þetta en þetta væri öflugt og ég hugsaði, þú veist, gæti þetta gerst í einhverjum veruleika eða er þetta bara eitthvað sem ég segi með svona symbolískum hætti? Nei, ég nefnilega held þetta sé raunverulega hægt að koma þess á. Þetta við þekkjum þetta bara í sóknargjöldunum, þú veist, fyrirkomulagið kerfið þetta í staðar, bara á skattskýrslu hvers árs, þá bara seti bara Skúli skiptilegill og bara haki við, ég vil að útvarpsgjaldið mitt renni til Skessuholts eða ritstjórans eða Morgunblaðsins eða bara hvert sem menn vilja stýra sínu gjaldi. Já, mér finnst það lýðræðislegra en ég var að tala misnotkun lýðræðishugtaksins það er einmitt sko það var einmitt einhver sem sagði sko ég held að það hefur Torfi Túlnius okkar besti maður nei, frábæri fræðimaður sko, við þykjum mjög væntum hann sko, en kannski ekki alveg hann sagði mér, þú veist og þeir vilja að þessi flokkar, þessir hættulegu flokkar að þeir vildu sko selja Ríkisútvarpið og hann sagði að það væri mjög hættulegt til lýðræðið og ég sagði, ok, við ætlum að gefa okkur að það væri hættulegt til lýðræðið skilur við, ef það er það sem fólk er að tala um þegar það verið að vega lýðræðinu þá þurfum við kannski ekki að það miklar ágjur sko, ef það er bara að selja Ríkisútvarpið sem ég held að vera mjög lýðræðislega aðgerð sko, því að Ríkisútvarpið er í eðli sínu mjög ólýðræðislegt fyrirbæri en það er eitthvað sem lýðræðið stýrir ekki. Já, sko bara rekstra skilyrði sjálfstæðra fjölmiðla á Íslandi eru fullkomlega galin á meðan Ríkisútvarpið gínir yfir öllu. Já, það þarf kannski að finna einhvern milliveg á þessu en ég meina, er ekki talað um það ég meina, ef allmis Ríkisútvarpið var að tekja af auglýsingamarka, þessir fjármennir myndi ekkert endilega renna til það er ekkert víst sko, þetta er svolítið svona flókið sko, hvaða leið er best að fara í þessu sko. En og því ég held að sé ekki almennur stuðningur fyrir því hjá þjóðinni að bara leggja þetta niður eða engaveða þetta sko. ég held að það er ekki til vinsæta fallið en auðvitað má skoða sko. En með þessari leið sem Beggi er að tala þá er eiginlega verið að gera hvorugt sko. Og þarna kemur fram svona þessi ég ætla ekki að kalla það mælingu en bara almenningu fær þá tækifæri til að styðja við þá fjölmiðla sem er að nálgast mál með þeim hætti sem að svona viðkomandi telur skynsamlegast eða mesta vöntur. Ég útiloka það ekki, mér kannski er RÚV bara of stórt og kannski eru það að sinna of miklu og alls konar sem það ætti ekki verið að sinna, ég er ekki að segja það sko. En líka síðan er þetta sko alltaf verið að ræða sko hvernig fréttamennskan á RÚV er og svona og örugglega hægt að gera athugasemdir við hana, þú veist, ég er svo sem hef enga sett eitthvað skoðun af því en þú veist, fólk þeir finnst þetta svona einhlæða umræða og svona, síðan horfum maður að Stöð 2 þetta er bara alveg eins það er engin munur það er kannski ég velti því oft fyrir mér sko. það er aldrei neitt krassandi þar sko. það er það en munurinn er þar, það er náttúrulega enga fyrirtæki og síðan er þetta ríkismiðlin og fólk kann illa við það að það sé að borga skatta inn í eitthvað sem að ég finnst ekkit vera að fjalla rétt málinu og eitthvað svoleiðis, auðvitað er það bara eðlis ólíkt svolítið sko.
Já, en síðan þetta líka bara held ég, þú veist, og talandum líka því að þú nú í stjórnmálum Beggi, ég held að þetta sé líka bara rosalega breytt umhverfi út frá því að menn þurftu náttúrulega bráðnauðsynlega á þessum fjölmiðlum að halda þessu á sín tíma til að koma skilaboðum áleiðis, en núna eru menn bara beint á Twitter eða vilja og þið þurfum raun og ekki á neinum að halda það er bara hægt að finna það þar, sko. Twitter eða í hlaðvarpið eða hvað sem er, sko. Bergþór og Sigmundur eru bara með sitt eða í hlaðvarp, sko. Já, þeir eru podcastarar. Við erum einmitt að fara að taka upp þátt á eftir, nýjasta þáttin á Sjónvarpslausum 50. Já, ég er nú feginn að hafa náð að tappa að þér áður en ég held að þú sett ekki með styrkin í að halda úti spjalli tvisvar á einu degi eftir með þjálfun. Ég mun bara kynna þáttinn og segja bara, Sigmundur Davíð, hvað segir í dag? Og halla mig svo aftur í sætinu. Hann mun líklega ekki standa á svöru. Já, hann mjög áhugavert í Austurríki. Eitthvað svona. Og ég segi eitthvað svona, insight, það var haldinn þingflokksfundur í morgun og Sigmundur náttúrulega er mikill áhugamaður kosningarnar sem eiga sér stað erlendis og hann er svo einbeittur gagnvart kosningunum í Bretlandi núna að hann sagði bara ég ætla að fara ekstra seint að sofa til að fara seinna á fætur til að geta klára mig í gegnum kosninganóttina. Þetta er svona, þetta er ægin sem að og hvenær er kosninganóttin? Hún er núna aðra nótt. Í nótt? Í nótt, aðfara nótt föstudagsins. Í nótt og þannig á morgun þegar þetta kemur út þá mun liggja fyrir. Já. Þá verður Rishi Sunak orðinn mjög fámennan þingflokkar. Já, mögulega ekki inn á þingi sjálfur vorum við að tala um. Nei, og það er náttúrulega eins og íhaldsflokkurinn sé búin að vera í einhverjum svona sjálfstortímingar gír ansi lengi og þetta gæti ekki enda öðruvís en með ósköpum. Ég hef nú mest gaman að Sigmundur þegar hann bara ræðir byggingalist, sko. Ég væri til í svona sérþætti. Það er svona byggingalist og svona uppbygging og arkitektúr er réttur, sko. Hann það er ekkit margir nema þá kannski arkitektar sjálfur sem eru sterkar á því svelli heldur okkar maður. Ég var á Selfossi daginn í nýja miðbænum. Djúvill er það geðveikt dæmi. Æðislega vel hefnað. Það er svolítið leiðilegt, sko, ég kann ekki söguna nákvæmlega en það var einhver þingkona sem ég ræddi einhvern tímann við sem hafði verið í utanríkisnefnd eða eitthvað með honum og þau fóru til Prag eða eitthvað og þau höfðu þarna hálfan dag eftir að þau lentu, sko, til þess að það var bara ekkert að gera og þessi kona spyr Sigmund þegar þau ekki bara farið göngutúr, þekkir eitthvað til borgarinn og það segir, já, ég þekki nú eitthvað til og svona, já, hoppum upp í sturtu og finnum síðan út og síðan sagði hann bara að þetta var bara eins og að vera með mann sem hefði bara mentað sig bara í einhverju svona í sögu þessara borgar og bara þessara borgar og væri bara sérfræðingur í þessari borg því að síðan bara genguð hann talaði öll húsin, öll einkenni þetta er merkilegt, sko. Ég er mjög gaman að svona fólki sem er með svona skringilega mikinn áhuga á einhverju sem að svona ekkert endilega allir eru að pæla mikið í og man allan anskútan. Þannig að ég þarf að taka Sigmundi sér viðtal. Ég þarf kannski bara að fara með Sigmundi á Selfoss. Ég held að það væri máli. Ég held að þetta væri samtíðnæta tengt. Sérþáttum þetta á kynhlutlusu máli. Já, kynhlutlusu máli. Allan frá aðtölu. Ef þú ætlar einhvern veginn að halda live show þá gerur það á Selfossi. Já, það væri gott, sko. Ég þekki aðeins Leo, sko, sem hefur haft veg og vanda að þessu. Árnason hefur staðið sér frábælega á þann og ég hef til dæmis skemmt á sviðinu á Selfossi sem er svona eins og bara uppfærð útgáfa á Þjóðleikhúskjallaranum. Bara hannað sem tónleikastaður, frábært hljóð, ótrúlega gott að vera þarna, gott baksvið og í þessu glæsilega húsi. En svo þetta, er það í mjölkubúi Flóman? Nei, hvað er það? Nei, það er við hlýðin á. Þetta er þess að ertu að tala um í miðju, varstu úti? Nei, þetta er inni, sko, en þetta er alveg við, ef þú lappar út, þá ertu í gryfjunni, sko. Já, í gryfjunni. Og þetta er kjallari og síðan er eitthvað miðhæð sem er eitthvað bar og eitthvað. En það sem er gert þarna, náttúrulega, er að deili skipulagið og skipulagið er unnið frá upphæð til enda skilur áður en menn hefða standa við að byggja hús í raun og veru, eða kannski ekki alveg frá upphæð til enda, en þetta er í raun og veru heildarmótun og þú veist, og ég var að tala um Leo og hann var að segja, skilur, ég myndi að ef að Laugavegurinn væri unnin, skilur, frá upphæð til enda, ég myndi að hvað þetta væri miklu betri, þú veist, þetta er miklu betri stað, sko, og þau eru sko virkilega að kynna sér virkilega djúplega hvernig má gera svona upplifanir sem visslegastar, þægilegastar, áhugaverðastar og þegar maður kemur þangað, þá finnur maður eitthvað, heyrðu, það er einhver hugsun í þessu, það er svona maður, þú veist, og eins og ég segi, sitt síns hverjum að endur byggja gömul hús, en ég er að segja eftir 10 ár, 20 ár, þá fer allur sá bragur í burt og eftir standa bara fallið hús, skilur hvað við það, því núna getur maður fengið þessa, eins og menn segja, einhverju Disneyland upplifun, skilur að þú veist, þú getur ekki bara skálda upp eitthvað veruleika að hús séu svona, en eins og segi, með tímanum, þá er þetta bara miklu fallir hús. Já, og bara þessi svona klassíska fegur í byggingalist, hún eldist miklu betur heldur en svona þessi tilfallandi tískuatriði, sko. Og sérstaklega rannsóknar efni
sem við getum rætt við Sigmund sko, hvað fór úrskeiðis í byggingalist sko, af hverju byggingalist fór að vera manninum svona svolítið fjandsamleg sko, það er eitthvað skrítið við það sko. Já, það er það sem blasir við okkur í dag. Já, heyriði piltar, er eitthvað sem við þurfum að bæta við þetta? Við farum bara hressir inn í helgina. Já, nú ætlum ég bara að fara heim og setja Pearl Jam á fóninn, því að ég ætlaði á Pearl Jam tónleika á þriðjudaginn síðasta út í Berlín og þeim var aflýst á síðustu stundu. Ég er ennþá að jafna mig á því. Þetta er svona áhætta sem maður tekur þegar maður ætlar á tónleika með mönnum sem eru svona aðeins farnir að komnir yfir bestaldur. Já, ætlum þú að fá annað tækifæri? Ég er óttast ekki en ég vona það. Já, Jakob, hvað er framöndan? Ég er bara að klára framkvæmdir og síðan flytja fluttur í fremstu götu landsins, Tómasar Haga. Já, öllu Tómasar Haga og það er klútabilding mikil gæði í þeirri götu. En væri það ekki fyrir gatnanefndur Reykjavíkur sem vill alltaf vera rétt að hlut kvenna, væri það ekki að bara höllu Tómasar Hagi? Jú, það væri svolítið svona tímabundið. En nú sjáum þið Tómasar Haga, en við Jakob nefnilega sáum Hjarðarhað 38 fyrir 12 ára síðan. Við erum gamli nágrannar. Þú ert úr til Vesturmönnum? Þetta var háskólaárunum. Já, þú ert komin í Garðabænum og er náttúrulega bjó upp á Skaga í 20 ár þar á undan, en Jakob og fjölskylda voru á Hjarðarað 38 önnur hæð til hægri, var það ekki? Jú, önnur eða þriðja. Ég var á þriðju, þannig að við vorum ekki saman. Þetta voru góði tímar. Þetta er þessi snertiflutur, sögulegi snertiflutur. Og núna lítið hann yfir og ég held að tengdamáðin búið þessu húsi nú í dag. Já, einmitt. Þessari blokk sem sagt. Já, þetta er hérna, og Katrín Jakobsdóttir býr náttúrulega steinsnar frá líka. Næsta húsi. Já. Á Dunhaganum. Og Svandi Svavars og þetta er alls konar vafki fólk. Djúbríki. Þetta er gott svæði. Þetta er djúbríki. Þarna, kæra hlustendur. Ef staðan í leikskólamálum verið betri, þá hefði þetta svæði komið til greina. Já, þarna, það er ákall sem við sendum hérna til borgaryfirvalda. Þú sér síðan bara að segja að fólki að kaupa með upp í standi mitt og eitthvað svona í haust Já, en ég meina það er náttúrulega líka rík ástæða til að hvetja fólk til þess að kynna sér vel það upp í stand sem stendur til að halda í Tjarnabíó. Já, í haust. Vakstaverkir Jakobi Birgisinni. Ég held að uppistandið hans Jakobs verið það sem kemur í staðinn fyrir Pearl Jam tónleikana mína í vikunni. Já, beggi mun mæta allana fremstur. Skásta uppistand á Íslandi. Skásta uppið, já, það er kannski í seinni tíð orðin bara ágætt markaðssetning. Kæri hlustendur, sjáumst aftur hérna í næstu viku og minnum ykkur kurteislega á styrktaraðil okkar Þótt Þorgrímsson Myndkaup, Happy Hydrate og Reykjavík Fótó. Það eru styrktaraðilar ritstjórans. Minnum á grunngildi þessa fréttaþáttar sem þetta er nú að þakka ást og ættjörðu, ást og sannleika, ást og ættjörðu. Sjáumst þér eftir viku. Guð bless ykkur.